Rita er 14 ára. Hún býr í SOS barnaþorpi í Nepal ásamt 5 systkinum og SOS mömmu sinni, Kashmitu. Þetta barnaþorp er ólíkt öðrum barnaþorpum að því leytinu til að meiri hluti barnanna sem hér búa eru annarkvort með fötlun eða hafa upplifað eitthvað sem veldur því að þau þurfa sérstaka umönnun. Rítu finnst mjög gott að búa hér, því hér eru allir svo góðir hver við annan. Kashmita er svo góð við öll börnin. Hennar starf felst í því að gæta barnanna og passa upp á að þau komi vel fram hvert við annað. Hún gætir þess líka að allt gangi vel á heimilinu, svo börnin geti einbeitt sér að heimavinnunni. Dag einn komst Kashmita að því að uppáhaldskjóllinn hennar var ónýtur. Í barnaþorpinu hjálpast allir að. Rítu langar til að verða fatahönnuður þegar hún verður stór og þess vegna datt henni í huga að hún gæti hannað kjól fyrir SOS mömmu sína. Þegar hún hefur lausan tíma, nýtir hún hann til að hanna föt. Hún hefur þegar hannað 10 eða 11 mismunandi kjóla. Hún sá þetta einu sinni í bíómynd og hefur alveg síðan þá langað til að verða fatahönnuður. Rétt hjá barnaþorpinu er klæðskeri sem saumar skólabúninga barnanna. Ríta ætlar að kanna hvort hann geti saumað fyrir hana kjól sem hún hannar. Ríta spyr klæðskeran hvort hann geti saumað kjólinn fyrir sig. Þau ræða það hvernig kjóllinn eigi að vera á litin. Klæðskerinn tekur að sér verkið og Ríta kveður hann og heldur heim á leið. Líffræðilegur bróðir Rítu, Bílas, býr líka í barnaþorpinu. Þeim finnst gaman að spila borðtennis saman. Ríta og Bílas komu frá dreifbýli í Nepal, ekki langt frá Katmandú. Þau bjuggu hjá ömmu sinni og afa á litlum bóndabæ. Bílas er með sjúkdóm sem veldur því að hann á erfitt með gang, sérstaklega ef hann þarf að labba langt. Ríta þurfti þess vegna að bera bróður sinn á bakinu á hverjum degi þegar þau gengu í skólan, 5 kílómetra hvora leið. Amma þeirra og afi höfðu miklar áhyggjur af þeim því börnin voru alltaf þreytt og höfðu lítinn tíma til að vinna heimavinnuna sína. Dag einn birtist grein systkinin í fréttablaðinu. Sennilega var einhver frá SOS barnaþorpunum í Nepal sem sá greinina því systkinunum Rítu og Bílasi var boðið að koma í barnaþorpið og búa þar. Hér fá þau að búa þar til þau hafa klárað skólagöngu sína. Fótur Bílas hefur lagast mikið eftir að þau komi í barnaþorpið. Hér fær hann rétt lyf og þjálfun til að auðvelda honum að ganga. Hann er orðinn mjög góður í borðtennis. Þegar það fer minni tími hjá systkinunum í að ganga til og frá skóla, þá hafa þau meiri tíma til að leika við vini sína. Besta vinkona Rítu heitir Garima. Hún kann ekki borðtennis, en henni finnst gaman að horfa á. Það finnst Rítu skemmtilegt. Nú er komin tími til að kíkja til klæðskerans og ná í fötin sem hún hannaði fyrir Kashmitu.
Rita gefur Kashmítu fötin sem hún lét sauma og Kashmíta bæði mjög spennt og hissa. Rita segir henni frá því að hún hafi hannað kjól og buxur fyrir hana í staðinn fyrir þann sem var ónýtur. Klæðskerinn hafi hjálpað henni að sauma fötin. Kashmíta svo spennt að prófa fötin strax og hún alveg í skýjónum með fötin. Það kemur að því að Rita og bróðir hennar flytji úr barnaþorpinu og standi á eigin fótum. Rita mun sakna þess að búa hérna. En hún saknar líka ömmu sinnar og afa. Og hún ætlar að flytja aftur til þeirra og passa upp á þau þegar hún orðin eldri og búin að klára námið sitt sem fatahönnuður. Og Bílas getur komið á heimsótt þau án aðstoðar frá öðrum.